Það að ýmsu að huga fyrir jólin og tilboð í mörgum verslunum eins og við hjá EFAX höfum verið að kynna okkur. Og nú erum við staddir hérna fyrir utan höfuðstöðvar SS Fosshálsi 1 þar sem að Equisana búvörur er með staðsetningu. Við ætlum að kíkja aðeins á hvað er hér um að vera. Ætlar þú að setja skó í gluggann þinn? Þá erum við komið meðan Jónas hérna verslunarstjóra. Segð okkur aðeins hvað er í gangi hérna fyrir jólin. Sko, það er 3 ára afmæli hjá okkur þessar mundir. Þannig að við erum með afslætti, stóra afslætti núna í þessari viku. Meðal annars á Equisana bætiefnum og fóðri og hérna á fatnaði svolítið mikið, öllum fatnaði. Og þessi tilboði lýkur er það ekki á miðnætti á sunnudag. Það er opið hjá okkur á morgun eða hvað? Já, það er opið hjá okkur á morgun til 4, frá 11 til 4. Og svo er netverslurinn bara á sunnudaginn ef fólk er á síðasta séns eða þá getur það verslað til miðnættis á sunnudag. Við ætlum að skoða hérna aðeins hvað erum að vera í búðinni og að svona fyrsta sem grípur mig er hérna þessir hanskar hérna til þess að kempa í. Þetta hef ég ekki séð áður. Segð okkur aðeins frá þessu. Já, sko, þetta er rauninni hann sem er bara orðið mjög þægilegt og margir er farin að nota í dag að rauninni þú getur bara kempt hrossunum í hanskanum. Þetta er svolítið vinsæl vara hjá okkur eða hvað? Já, þetta er að aukast í vinsælni hjá okkur. Þannig að þetta tekur smá tíma en þetta er aukast og er vinsælt úti, veit ég. Þannig að það er komið aðeins inn á íslenska markað. Þetta er eitthvað sem að vera að prófa. Þessi höfuleður og múla hérna, þetta er frá honum Jóni Söðla eða hvað? Já, við erum rauninni með eiginlega öll reyti hjá okkur eru frá honum. Og við leggjum áherslu að vera með íslenskan framleiðslu og við fengum samskipti við hann. Og það bara, já, og við viljum bara leggja áherslu að hafa verið með gæða vöru. Þetta er handsmíðað af Jóni? Já, þetta er handsmíðað af honum. Og ég get sagt það að við höfum aldrei fengið vöru tilbaka gallaða. Þetta er bara algjör gæðavara. Þannig að það eru ekki margir birgjar sem eru þannig, sko. Þannig að þetta er alveg, mæli með þessu alveg hygglust. Svo ertu með hérna svolítið flottar undidínur. Þetta er íslensk framleiðsla líka eða hvað? Já, þetta er frá AJ. Sýndu okkur þetta eins. Já, þetta er sem sagt framleitt í gæruverksmiðju AJ fyrir norðan og þetta er bara úr ull hérna. Þetta er íslensk ull? Þetta er íslensk, já. Og þetta er framleitt þar og þetta fólk er til dæmis farið að fara í þessar frekar en að fara í geldinnar, veit ég, sumir. Þetta er svona hestvænna kannski? Já, ég myndi segja það klálega, þetta væri hestvænna, minni líkur að það nuddist við hrossin og svona. Þannig já, þetta hefur bara verið og þetta er farið að vera rosalega vinsælt hjá okkur. Þannig að þetta lukkar mjög vel, þessar dínur. Ég er ánægður með út með leðubotna. Ég er alltaf svolítið ánægður með þá. Eru þið með eitthvað fleiri tegundir af botnum? Já, við erum bara með þessa klassísku strætirbotna hérna frá Mustard og svo með leðubotna. Svo ertu með hérna saltsteina, þessir eru svona gráir, er eitthvað viðbót í þeim? Já, það er viðbætt bæði vítamín og steinum í þeim og við erum að selja þetta alveg töluvert. Til að mynda er þetta frekar nýlegir steinar sem komu bara síðastliðinn vetur hjá okkur. Þeir eru til að mynda nokkuð háir í bíótíni sem að margir hafa í dag orðið mjög vinsælt upp á feld og hófa og slíkt á hrossum. Og síðan eru þessir háir í selumi hérna. Það hefur nú verið selinskortur hér á landi? Já, það hefur verið það og það hafa margir komið hingað og mér einn kúnni sem sagði mér að þetta væru þeir selinhæstu sem þú færð. Já, það er gott að vita það. Segðu mig, hvað er svona vinsælasta varan hérna í búðinni, hvað var það fatna? Sko, ég myndi klárlega að tala um þessa hérna úlpu sem heitir Geysir Parka og hún er frá Equisana og er sérhönnuð í að vera á hestbaki í og líka, þetta hefur alltaf verið svolítið svartur fatnaður en þessi er blá þannig að það er svona aðeins tilbreyting í litunum á henni. Man hefur sýnst það að dökkblár sé svolítið svona heitur litur í dag svona í hestaheiminum, allavega erlendis. Já, við sjáum það líka og bara það hefur breyst undanfarið kannski ár cirka fyrst mér með litin, sko. Þetta var alltaf bara svart. Aðeins fatnar mikið að komnir í dökkblátt og það sé nú dökkt líka. Já, það er klárlega farið að gera það. Hérna ertu með rakvélar og ég reka eins augun hérna í þessa ormalifsbyssu hérna. Segðu mér aðeins frá henni. Já, við tókum þessa inn bara í vor fyrst
Þetta er frá hérna Körl, rosalega góð ormalifssprauta sem er mikið notað í sauðfé. En fólk að nota þetta líka fyrir hrossin? Já, einhverju liti, já. Svo erum við með hérna Delta og er frá Heineken. Explorer, þetta er svona þráðlaus og svo með snúru. Það er svona aðal munurinn á þeim. Og þetta eru verulega góðar klippur sem að hafa... Þetta er svona merki, svona áreiðanlega merki sem að þekkir? Já, og við erum með svo kampa líka sem að ef það klikkar eitthvað að skipta varhlutið annað. Lúkka vel hérna þessir hanskar hjá þér, hvað merki er þetta? Þetta er Katago og hérna þeir hafa reynst okkur rosalega vel og hérna við erum bæði með þá í sumar- og vetrartípum. Margir hafa veturna verið vandræðir með að finna hanska sem að þú fær nánast ekki kali puttana að vera í. En þessir eru einfaldlega mjög hlýir, þykkir, góði fóðuraði vettlingar sem er mjög gott að vera á veturna í frostinu. Þið eru með afslátt hérna af hjálmum og segja okkur aðeins frá þessum hjálmum sem þið eru með. Já, við erum bara með kaskó hjálmana og þeir eru svona í nokkrum típum. Við erum með barnahjálm sem við erum nýbúin að taka inn og við erum líka með svona bönd sem hægt er að versla sér í alls konar litum frá sem kallað MyStyle bönd. Já, sem maður setur ofan á hjálminn. Ofan á hjálminn, þá er þetta að þekkja þessu undur ef margir eiga fjölskyldunni kannski eins hjálm, þá er hægt að setja hann á. Já, eins og hérna er bæði grænn og bleikur. Já. Svo ertu með hérna vörur bæði fyrir hunda og fyrir veiði eða hvað? Já, við erum með hérna hundamerki sem heitir Nonstop og er talið að vera bestu hundabeislinn til dæmis sem við færð og það hefur verið bara rosalega góð sala í því, allan á sig hring. Og svo erum við með veiðifatnað sem hefur verið að reynast okkur bara mjög vel. Sem dæmi eru skyrtur þarna sem eru rosalega vinsælar góðar vinnuskyrtur. Svo eru við hérna með fóðri vinsæla sem að hestamenn nú farnir að þekkja vel. Segja okkur aðeins frá hvaða úrval er í boði. Já, við erum með Æslandinn sem er bara í almenn hross, almennt fóður. Svo erum við Body Boost sem er mjög fitandi og próteinríkt, gott í vöðvauppbyggingu og í hross sem að fóðrast ekki nógu vel. Svo erum við með Iceland Stud sem er rosalega gott í fólasmerr og trippi, mjög ríkt í prótein og kalki. Svo erum við Powerflex sem er svona orkufóður vantar aðeins meira í svo í keppnisross og svona, meira power. Já. Svo erum við með Mass sem er svona grautur sem er hægt að blanda í og mjög sniðugt að setja kannski steinefni eða bætiefni við, sko. Svo ertu með hérna svolítið flotta húu sér í Gaugunni. Hvað erum við að tala um hérna eiginlega? Sko, þetta hefur verið rauninni eina vinsælustu jólagjöfum hjá okkur undanfarna ár. Þetta er rauninni ljósapa. Þannig að það er rauninni höfuljós inn í húunni. Og það sem er rosalega þægilegt líka við þessa húur, að þú hleðurar bara, það er svona USB tengi í tölvu sem þú bara hleður beint í, það er ekkert hleðslutæki. Þannig það er svona aðal kosturinn við þessa húu. Mér líst bara alveg stórvel á þessa húu. Ég ætla bara að taka eina húi hér og gefa pappagamla í jólagjöf. Hann er ekta svona höfuljósa gæi, sko. Alveg stanslaust með eitthvað svona haustum. Þarf maður ekki að vera með eitthvað yfir hausinn, sko. Húi og band og tegi og allan pakka. Þetta er bara allt í einu unity, sko. Byrju, svo ertu með eitthvað gjafabréf hérna líka eða hvað? Þetta er rauninni bara, fólk getur að velja eins og jólagjafur og svona, þú veist ekkert endilega hvað að gefa alltaf. Það var bara sniðugt að gefa gjafabréf, bara velja kannski eitthvað ákveðna upphæð og þá bara getur manneskjan komið og versla sér það sem hún vill. Þetta er bara sniðugt, ég tek þetta líka. Já. Svona er þetta hérna. Takk kærlega fyrir, þú ert algjörlega búinn að bjarga jólunum fyrir mér og bara takk fyrir að taka mót okkur. Já, bara takk kærlega fyrir komin og bara gleðileg jól. Gleðilega hátíð. Gleðileg jól, allir saman.